Já, komið sæl. Tómas Young heiti ég og verkefnastjóri hjá Útón og ég ætla að tala við ykkur í dag tónlistartengda ferðaþjónustu og hagræn áhrif hennar. Þetta málefni sem mér mjög nærri, þannig að ef ég vildi gæti ég verið í allan dag, þess vegna allan nótt að tala þetta. Þannig að ég ætla bara að koma með eiginlega beint af málinu. Fyrst, mamma mín kenndi mér að maður ætti alltaf að kynna sig sko. Og ég ætla að segja ykkur bara svona pínu frá mér, en ég fæddur og uppalinn Keflvíkingur og Bítlabænum Keflavík og þannig að ég mikið búinn að vera í kringum tónlist bara frá því ég var sko 9 ára. Bæði lærði á trommur, hljómar, Rúni Júl bjó í næstu götu við mig og svo framvegis. Þannig að þetta hefur allt áhrif og þegar ég var 18 ára þá fékk ég óvænt sent e-mail frá Hróaskilduhátíðinni þar sem ég var beðinn að vera tengilegur hátíðanna í Ísland. Og þetta var svona slembi lukka því að þetta hefur leitt mér svolítið áfram í lífinu, þetta eina tölvuskeyti, því að ég fékk meiri svona áhuga á öðru en tónlistarlegu. Ég fatt að ég er meira svona right brain heldur en left brain gaur. Ég er svona meiri skipulags og þannig ég fór svona ákvaða, bara leggja þetta pínu fyrir mig svona í framtíðinni ef það væri hægt. Það er ekki mjög gefið að því að fá vinnu í tónlistarbransanum eins og þið vitið. Og flesti tónlistamenn tala alltaf þeir eru að lepja dauðan á skel, þannig ég hugsa alltaf hvernig gæti ég nú unnið við þetta og fengið borgað fyrir það. En þetta hefur allavega leitt mig á þann stað þar sem ég er í dag. Ég sinnti umboðsmennsku fyrir Hjálma á tímabili, sá tónleikahald fyrir Reykjanesbæ og var með ljósalagskeppnina, var framkvæmdastjóri hennar í nokkur ár og svo framvegis. Þannig að ég fekk svona eitt leit af öðru einhvern veginn. Svo fór ég í ferðamálafræði og lærði svo líka markaðsfræði og alþjóðaviðskipti sem aukagrein, fann mér svolítið þar og fór svo í masterinn í því. Þetta á mjög vel við í dag, en ég skrifaði lokaritgerðina mína sem hét Íslensk tónlist sem landkynning og ég held með þess að ég hef tekið nokkur kvót alveg beint upp úr sem þið sjá hérna eftir. Og svo skrifaði ég lokaritgerðina mína í masterinum Útón sem ég mitt starfa hjá í dag. Nú, þegar ég útskrifaðist í fyrra þá það var ekki fyrr en ég kláraði masterinn að síminn fór aðeins að hringja og ég beðinn að gera árangursmat á styrkveitingum Kraums tónlistarsjóðs og Hönnunasjóðs Áróru. Ég held hún Hlín Helga hafi verið í gær. Já. Og svo þegar því var lokið þá tók ég þátt í frekar stóru verkefni sem miðaði því að kortleggja skapandi greinar á Íslandi og það var alveg, mitt hlutverk fyrst átti að ég átti bara aðra að vera rannsakandi í því og leita gögnunum, en svo var breskur sérfræðingur sem leiddi rannsóknina, hann datt út úr verkefninu, þannig að allt í einu átti ég að fara bæði að kynna skýrsluna fyrir framan fullnaðarsala í Bíóparadís og skrifa skýrsluna, sem var alveg langt í frá eitthvað sem ég ætlaði að fara að gera þegar ég tók þátt í þessu fyrst. Nú svo þegar því í október í fyrra þá var ég ráðinn sem verkefnastjóri hjá Útón. Og ef ég segi ykkur pínlítið frá Útón, basically markmiðið hjá því er að bara kynna íslenska tónlist fyrir utan landsteinana og koma inn á framfæri. En það sem á við hér í dag, það er þetta að vekja athygli á íslenskum tónlistarhátíðum og tónlistarviðburðum hér á landi og kynna þá erlendis. Nú, svo ég kom mér að efninu, tónlistartengd ferðaþjónusta er svolítið hvað ég segja, þetta er það fyrsta sem stóði í rykinu minni þegar ég skrifaði tónlistartengda ferðaþjónustu. Þetta væri einn mest stækkandi þáttur í menningartengdri ferðaþjónustu. Þetta er náttúrulega skrifað fyrir 3 árum, ég veit ekki hvort það eigi við ennþá í dag, en maður sér alveg samt hvað er að gerast, fólk sem er að koma og aldrei fór í suður, Íslendingar sem er að fara út á Hróaskildu, þetta er alltaf að aukast að fólk einhvern veginn tónlist verður ástæðan fyrir ferðalaginu. Og þetta er náttúrulega augljós tegund tónlistartengdar ferðamennsku, það er þessi tónleikar og tónlistarviðburðir. En svo er það líka ferðalög bara tengd tónlistinu og uppruna hennar. Og það eru mjög margir sem að fara til dæmis, hafi ekki séð til dæmis tónlistarstund með Arnar Eggert á MBL, þar sem hann er að fara til Berlínar og fara til New York. Og hann er ekkert einn það, það er fólk sem ferðast allan heim, eins og ég skrifaði upp, það er fólk sem að fer að heimsækja gröf Jim Morrison í París og það fer til Liverpool til að heimsækja heimabæ Bítlana eða fer til Argentínu að upplifa ósveikin tango og svo framvegis. Þannig að þetta er til og þið vitið það hér sem eru frá Ísafirði að
þið fáið nokkuð þúsund gesti einu svona ári og á frekar afskekktan stað, sorry ef ég segja það, en þetta það, bara pínu, en það samt bara sýnir hvað aðdráttaraflið í tónlistinu og svona viðburðum geta haft. Og eins og segja, á Íslandi eru mjög margar flottar tónlistarhátíðir. Flaggskipið náttúrulega augljóslega Iceland Airwaves og sá viðburður sem laga hvað flesta erlenda ferðamenn hingað til lands á veturnar, tónlistartengdu viðburður þar að segja. En það fullt af öðrum viðburðum eins og Reykjavík Jazz, Myrki músíkdagar, blueshátíð og svo framvegis. Nú utan höfuðborgarinnar þá það náttúrulega aldrei fór í suður, Bræðslan, Eistnaflug, Þjóðlagahátíð og Siglufirði. Og þetta svona svolítið mikill munur á þessum hátíðum. Þetta alltaf borgarhátíðir og svo hátíðir sem eru út á landi, en það eiga allar sameiginlegt sem eru út á landi að ef við erum að kynna þetta fyrir útlendingum þá getum við alltaf sagt að þessar hátíðir eru haldnar bara í stórbrotnu landslagi og eins og ég las grein eftir mann sem að úttónbauð á Eistnaflug í sumar. Hann talaði meira umhverfi heldur en tónlistina sem var svolítið svona hit and miss hjá okkur því að við vorum að reyna að kynna tónlistamennina en ekki Neskaupstað. En hann tala alltaf bara útsýn út gluggann og útsýn út rútuna og flugvélinni en þetta var landkynning. Eins og ég segi, þá eitt af hlutverkum í úttón það að kynna tónlistina úti og tónlistaviðburðina og við bjóðum hingað til lands yfirleitt á allar þessar hátíðir þá hefur við boðið listrænum stjórnendum og blaðamönnum og líka svokölluðum tastemakers og það eru bloggarar og tilteknir blaðamenn sem að vitað að þeir hafa áhrif á smekk fólks. Ef hann segir þetta, þá bara stór hluti fólk sem bara trúir því og treystir. Og gott dæmi svona tastemakers David Frick, ég veit ekki hvort þið vitið en hann svona editor hjá Rolling Stone og hann sagði einu sinni að Iceland Airwaves var í besta partíð í heiminum. Frá því að hann sagði þetta, þá hafa ég svolítið tönglast á þessu og það hefur virkað. Það bara þannig. Og ég ætla líka að tala við ykkur áhrif þessara viðburða og þau eru augljóslega fleiri heldur en bara þessi hagrænu og ég skrifaði að þeir eru tækifæri til að byggja upp og viðhalda orðspori áfangastaða og ég get alveg sagt það sjálfur að svona í kringum mig og minn vinahópa þá talar fólk venjulega ekkert Ísafjörð á þess að nefna aldrei fór í suður líka. Þannig það bara í kringum mig. Þannig þið sjáu bara hvað hátíðin hefur gert fyrir Ísafjörð og sama sem að Hróaskilduhátíðin gert fyrir Hróaskildubæinn að Glastonbury fyrir eitthvað pínlítinn sveitabæ út í miðju eitthvað þar bara út á túnni sko. Þannig að þessi viðburðir og það er ekkert endilega bara að vera tónlistaviðburðir geta sett bara hreinlega bara staði á kortið eins og Glastonbury. Þetta er ekki svona áfangastaður á ferðamönnum. Þetta er bara þessi hátíð og ekkert annað. Þetta er bara bóndabýli. En allur heimurinn þekkir þetta. Nú, ég geng stundum með hugmynd í maganum að ég vil setja mína eigin tónlistarhátíð út að ég er svo rosalega upptekinn af þessu og ég tel mig bara, ég er búin að vera tengilegur Hróaskildu í 12 ári, ég er búin að fara 12 sinnum, ég er búin að fara hátíð í Ástralíu og Tælandi og Þýskalandi og ég veit bara hvernig þetta virkar, þess að mér er mikið hjartansmál, en ég vildi svona vara ykkur við ef þið ætla að pæli að gera þetta á ykkar svæðum. Það er mjög margt sem þarf til og það er mjög margt sem þarf að ganga upp til að setja á laggirnar tónlistarhátíð. Og ég tala þekking á tónleikahaldi og skipulagi, tímasetningu. Ég veit ekki hvort að allir hafi tekið eftir þessu í fjölmiðlum sumar en það voru 2 stórar útihátíðir haldnar fyrir utan Verslunarhelgina. Það var hátíð í Galtalæk og það var besta útihátíðin. Og aðra hátíðina mættu 400 manns en á hina hátíðina mættu 8.800 manns. Mjög sambærilegar hátíðir. Það voru 2 þættir sem voru mjög mismunandi á þessum hátíðum eða sem skildaðir að. Og það var tímasetningin. Þessi Galtalæk hátíð sem floppaði og var haldin í enda júní þegar allir krakkar áttu engan pening og ekki búin að fá útborga eftir sumarvinnuna sína. En besta útihátíðin var haldin í 8. júlí. Allt í áttu allir krakkaskarinn og allir áttu pening. Eða 8.800 manns áttu pening. Og svo var það Kvarasi, hljómsveitin Kvarasi. Á Íslandi er mjög erfitt og ef þið ætla að setja upp tónlistarhátíð þá verður að vera eitthvað ákveðið konsept. Eins og Iceland Airwaves það er mjög ákveðið konsept og aldrei fór í suður líka. Aldrei fór í suður, þá koma hljómsveitir sama hversu stóra þeir eru, það spila bara 4 lög eða í 20 mínútur. Á Iceland Airwaves þar eru hljómsveitir sem eru ekki orðnar stórar en við gætum heyrt í þeim á FM og X-inu eftir 3 ár.
þannig bara svo hátíð og þetta rosalega fín lína að fara eftir en þeim hefur einhvern veginn tekist að gera þetta. Og besta útihátíðin og galtalækjahátíðin var með sömu hljómsveitirnar nema að muna einni. En það munaði líka 8.000 manns í aðsókn, sem alveg bara hræðilegt og ég vorkenni strákunum sem að héldu í fyrri hátíðina. Það mjög dýrt að halda svona hátíð, hérna bara svona listi yfir kostnaðarliði. Það mjög fáir kostnaðarliðir hérna uppi, undir 1 milljón. Hljómsveitir, hljóðkerfi, öryggisgæsla, þetta telur allt bara í mörgum milljónum. Þannig að ef þið ætla að fara út í svona þá þurfa að safna pínu eða fá fjármagn annars staðar frá og það ekki gengið að því í dag. Nú, hagræn áhrif, það nú alveg það sem ég ætla að tala við ykkur í dag. Ég var að reyna að finna orð hérna fyrir þetta dæmi sem ég ætla að tala við ykkur gott glory dæmi skrifa ég. Ég notaði öll íslensku lýsingarorðin, þá ætla ég endaði bara að nota ensku, þannig ég hálf breskur, þannig ég má það. Ef einhver spyr mig hver svona hagræn áhrif tónlistarviðburðar, þá nefni ég alltaf þetta dæmi. Og það var gerð könnun á Hróarskeldu sem sýndi það að ef þið komið til Hróarskeldu, það lestastöð þar sem annarkvort fyrir út á hátíðasvæðið eða labba niður í bæ. Og flestir sem fara á hátíðina, þeir fara á hátíðasvæðið en koma líka alltaf einhver tíman á einhverjum tímapunkti í miðbæinn. Og þeir fara og labba þessa 70 metra niður í miðbæ og það gata full af veitingahúsum og verslunum. Og þetta staðreynd að fólk sem á verslanir og veitingahús þar það gæti lokað allan ársins nema bara í þessa 8 daga sem hátíðin fer fram, svo mikinn pening fá þau í kassan. Þau segja við þurfum þess ekki en við gerum það til að bara þjónusta bæjarbúa. Og annað með Hróarskelduhátíðina, það góðgerðarhátíð og nánast hver einasti, í hvert hot sem þú lítur þá eitthvað svona góðgerðarstarfsemi í gangi, hvort sem það sé dósasöfnin eða eitthvað annað. Og maturinn á Hróarskeldu til dæmis, þar bara þannig að handboltafélögin selja hamborgarna, fótboltinn selur pítsunar, fótboltinn selur pulsunar, eða eitthvað svona. Og bara þetta þeirra fjáröflun. Og þeir fá svo mikið út úr þessu að þeir þurfa bara að stunda fjáröflun á meðan hátíðin og svo búið. Þar með bara búið að fjármagna alla búninga, keppnisferðir, laun þjálfara, aðstöðu og svo framvegis. Þeir þurfa ekkert meira en þetta. Og þeir gera það ekki. Þannig að mér finnst þetta svolítið gott. Þetta alltaf svona glory dæmi, þetta stór hátíð, þetta sennilega stærsta hátíð í Norður-Evrópu. En þetta samt sýnir bara hvað þetta getur verið öflugt. Og við náttúrulega vildum vita hvað þetta gerir hérna á Íslandi. Árið 2005 var það gerð samnorræn könnun þar sem var það var kannað hversu miklu erlendi gestir voru að verja á Airwaves. En það var líka gert bara út öll Norðurlönd. Það var farið á YouTube tónleika í Stockholm og einhvern stóran tónlistarviðburð í Köpen og svo framvegis og verið að bera saman hvað fólk var að eyða. Og óþarf að taka það fram hvernig sú skýrsla fór, en fólk var að eyða mestu á Íslandi en það var Ísland dýrast á þeim tíma. En það kom í ljós að fólki var að eyða 250 milljónum á meðan heimsókn þeirra stóð. Og í fyrra þá átti sér svona smá eigendaskipti sér stað á Iceland Airwaves hátíðinni þar sem að það var nálægt í að fara í þrot og Útón sem ég að vinna hjá tók yfir og löglegur lögaðili, eigandi hátíðarinnar. Og þeir ákváðu að kanna hvort eitthvað hefði breyst, hvort að fólki var að eyða minna eða hvort það hefði verið að aukast. Og við fengum 3 nemendur í HÍ til að leggja könnuna fyrir og við létum starfsnema sem vorum hjá stimpla inn gögnin í tölvu og við spurðum bara hversu miklu ertu að eyða í áfengi, í samgöngur, og svo framvegis bara leigubíla, dagblöð, sígarettur, við nefndum allt. Og kom í ljós að fólk var að eyða 25.000 kall á dag. Og í heildina af þessum 2200 gestum þá voru þetta 313 milljónir sem voru að koma af nýjum peningum inn í Reykjavík á þessum tíma. Og okkur fannst það bara dágott því að það var 20% aukning frá 2005. Þannig að við vorum svolítið svona, kreppa hvað, fólk að eyða meira. Nú ef ykkur vill gera þetta á Aldrei fór ég suður eða einhver annar hátíð, þá þetta svona formúlan, þið þurfa ekki að leggja hana á minnið. En þetta bara mjög einfalt, maður spyr fólk hvað það að eyða á dag, maður leggur miða verðið oná, maður margfaldar sem öllum erlendu gestunum hvað þeir eru margir og svo náttúrulega lykilatriði að fá að vita hvað þeir eru lengi svo maður getur margfaldað það með dögunum. Og þannig fekk ég út heildareyðslu erlendu gestana. Já. En þetta bara svona að sýna ykkur munin á 2005 og 2010, þessi aukning í veltu má helst reykja til þess að voru fleiri erlendi gestir sem komu í fyrra
og þeim mun fjölga í ár, það er náttúrulega orðið uppselt að hátíðan núna og ég held að nú verður hátíðin líka haldin í Hörpunni og þar bætast við þessar tónleikastæðir sem að rúma svolítið mikið af fólki, þannig að ég held að sé 2000 fleiri gestir á Airwaves í ár, þannig að það er alveg með og ég held að erlendu gestirnir séu þar af 3000 en ekki 2200. Svo spurðum við líka í hvað peningarnir verður að fara. Bláu súlurnar eru svona meðal eyðsla og það kom í ljós að að gistingin var augljóslega stærsti kostnaðarliðurinn hjá fólkinu og svo voru það veitingastæðirnir og bjórinn. Other var líka svolítið stórt og við munum laga það fyrir næstu könnun en það voru rosalega margir sem tilgreindu verslun og skrifu þess að hvað þeir voru að versla, 66 gráður Norður Úlpa og eitthvað svona. Svo er þetta bara svona smá auka tölfræði þessa könnun. 60% kallar á hátíðinni, 40% konur. Flestir eru 25 til 29 ára og mjög, þetta er svolítið svona, það er stærsta aldursbilið. Við heldum að fyrsta aldursbilið 20 til 24 væri stærst, en svo virðist ekki vera með þess að fólk, Airwaves-gestirnir eru eldast ef eitthvað er. Það er spurning hvort að sama fólki sé alltaf að koma aftur og aftur og bara eldist, kemst ekki ný rað. 70% af gestunum var að koma til Íslands til að fara á Airwaves og ekki að fara á neitt annað. Og svo voru bara svona rúm 10% sem sögðust vera bara einn í fríi og hafa farið á Airwaves og sögðust líka vera visiting family and friends. Og Other var yfirleitt fólk sem var að vinna en eins og þið vitið þá gengur Iceland Airwaves svolítið mikið út af það að bjóða bransafólki hingað, bæði bókurum frá hróaskjöldahátíðinni og fjölmiðlum og svona. Þannig að ég man ekki hvort eru 300 eða 400 erlendi blaðamenn á Airwaves, það er alveg rosalega stórt. Á meðan til dæmis á Aldrei fór í söður þá held ég að við höfum boðið 4 eða 5. Langflestu gestirnir eru að koma í fyrsta sinn, en samt gaman að sjá að 20% eru að koma í annað sinn. Ég held að það hefur verið 1 sem var að koma í 7. sinn. Við spurðum hversu ánægðir þið væru með Iceland Airwaves hátíðina. Ég man ekki að maður leggur þessa súlu saman, ég held að það sé 99% sem voru bara tiltölulega sáttir. Og var enginn sem sagðist vera óánægður. En svo getur vel verið að á Airwaves þá kannski er fólk í glasi. Flestir gista á hótelum sem að kom mér á óvart. Ég held að family or friends súlan yrði langstæðst þarna. En svo kom ég ljósa 55% gista á hótelum sem komi bara í opna skjöldu og 20% á youth hosteli. En við, eins og ég veit ekki hvort ég er búin að segja, en við ætlum að gera þessa könnun aftur núna og þannig að það verður mjög áhugavert að sjá hvort þessi hluti breytast. Nú, hún Hera Brá sem situr hérna með okkur í dag, hún er einn besta vinkona mín og var með mér í skóla og þegar ég var að skrifa ritgerðina mínum úttón þá var hún að skrifa Aldrei fór í söður. Og þessi mynd, ég man þegar við sendum út fréttatilkynningu ritgerðina þá var það Pressan sem að tók þessa mynd alveg bara og veitti hann alveg bara strax upp úr og sagði að Íslendingar voru augljóslega farnir að drekka meira. Hann sá ekki að gestum á Aldrei fór í söður væri fjölga en hann sagði bara Íslendingar eru farnir að drekka meira og Aldrei fór í söður. En þetta er sem sagt góð lýsing, hátíðin hefst 2004 eða ekki og hérna sést, þetta eru einu tölulegu gögnin sem ég held að sé til Aldrei fór í söður því að það er einhver sem heldur utan þetta eins og átíðaferð og en ég mæli með því, þetta er mjög líka gott pólitískt tól að sýna fram á bara hvað gestur eru að verja. Auðvitað með svona innlendar hátíðir þar sem að meiri hlutin af gestunum er íslenskur og maður alltaf færa rök fyrir því að nú er bara peningarnir að skiptast hendur, þetta er svona að hræri sama pottinum. En með Airwaves þarf þetta að fá 2200 erlenda gestir sem eru að koma nýja peninga. En það breytir því ekki að þið getur samt sýnt að Ísafjörður er að fá svona mikið af peningum með því að gera svona könnun. Nú, það er rosalega mikið tala að hvernig eigum við að auka tónlistartengda ferðamennsku, eigum við að spýta í lófana og styrkja þessa hátíðar sem fyrir eru eða eigum við að fjölga þeim. Og það er náttúrulega virðist vera að mjög margir sjá þá laust fyrir sér að bara búa til nýja hátíð en ég held að sé svolítið svona að það er bara svo mikið af góðum tónlistarhátíðum eins og Aldrei fór í söður og Eistnaflug og þjóðlagahátíð og Airwaves og svona við eigum frekar að einbeita okkur að því sem er komið og styðja við þær heldur en að búa til nýjar. En ég ætla samt bara að enda þetta á þeirri spurningu og bara leyfa ykkur að ákveða það. Takk fyrir mig.